alþjóðadagur læsis og bókasafnsdagurinn, en frá árinu 1965 hefur UNESCO menningamálastofnun Sameinuðu þjóðanna tileinkað 8. september málefnum læsis. Amtsbókasafnið á Akureyri hefur skeytt þessum 2 dögum saman og yfirskriftin er Lestur er bestur fyrir alla. Bókasafnsdagurinn, hann er hugsaður þannig að kynna starfsemi bókasafna og starf þeirra sem vinna á bókasafnunum, sem að meðal annars er það að efla læsi, þannig að það bara á mjög vel að í ár þá falla þessi 2 dagar saman. Dagur læsis er alþjóðlegur dagur og er haldinn hátíðlegur víða heim, en þessi bókasafnsdagur er aftur íslenskt fyrirbæri. Nú ber þennan dag upp þetta árið svona beint í kjölfarið á miklum umræðum læsi. Þetta hefur væntanlega verið mikið rætt á kaffistofum bókasafna. Læsi? Já. Já, við erum búin að tala læsi á kaffistofum bókasafna í mörg ár. Það er ekkert nýtt. Það er ekkert nýtt. Og það er líka það að við náttúrulega erum rosalega mikið í því að reyna að efla læsi. Og vegna þess að læsi er svona, lykillinn að svo ótrúlega mörgu. Það er alltaf verið að prófa því í lestri, hvort sem þú ert að keyra og það kemur malbik endar eða hvað, þá þarf alltaf að vera læs. Og það er á bókasafnum auðvitað fullt af bókum og bara það eitt og sér stuðlar að læsi. Já. En þið vinnið náttúrulega markvisst að því að bæta læsi með keppnum í ritun og öðru. Já. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Við hérna á Akureyri, við höfum verið með sumarlestur sem er svona námskeið, skapandi námskeið með lestrarífavi fyrir börn. Svo höfum við verið með annað sem heitir Skoppað á bókasafnið, sem er svona lestrarkeppni fyrir krakka á sumri líka. Þar erum við að stílinn og þá að reyna að halda börnum lesandi yfir sumarið, því að það er svo mikilvægt að detta ekki niður meðan skólinn er ekki starfandi. Síðan erum við náttúrulega á veturna með stöðugt starf út í skólum og leikskólum og þau koma hingað og barnabókavörðurinn okkar fer þangað og samvinna við skólasafnskennara og allt mögulegt. Þannig að við hefum mjög mikinn áhuga á því að fólk lesi. Og líka er í rauninni takmark okkar það að reyna að auka þekkingu í því samfélagi sem við störfum í. Og eins og einhver sagði, það er ekkert mál að ég get alveg lesið hugsanir þínar, en þú ert fyrst að vera búin að skrifa það niður, eða segja mér frá. Já. Eitt af því sem ég gerir núna er að starfsmenn bókasafna velja uppáhalds kvenrithöfund eða kvenrithöfundur ársins. Já. Og hann var Guðrún Helgadóttir. Já. Það var Guðrún Helgadóttir. Hann var uppljóstrað því núna. Já. Hún var efst á blaði og það er svolítið skondið að segja frá því að við erum búin að velja svona ýmislegt. Við völdum þetta eru bókaverðir sem eru að velja. Og við völdum uppáhalds handbókin okkar fyrir nokkrum mánuðum síðan. Síðan völdum við uppáhalds sögupersónuna sem var Lína Langsokkur. Já. En þar kom við sögu líka Jón Oddur og Jón Bjarni sem eru afkvæmi Guðrúnar. Sem allir þekkja. Síðan var valin einu sinni uppáhalds barnabókin. Skondið, Jón Oddur og Jón Bjarni voru það líka. Og svo völdum við 100 bækur sem menn verða að lesa, íslenskar. Ég man nú ekki hver var efst þar. Það er svo langt síðan. Það er 4 ár eða eitthvað. Þetta er 5. skipti sem við gerum. Þetta er 5. skipti sem við gerum þetta og Guðrún Helgadóttir. Hún er uppáhalds skáldkona eða kvenkyns rithöfundur, kvenkyns skáld íslenskra bókavarða. Og svona frá þér komið, hvers vegna hún? Hún er náttúrulega bara ofboðslega snjall höfundur og með mjög breiðan sagnastíl finnst mér. Bæði þú byrjar í þessum prakkarasögum af Jóni Oddur og Jóni Bjarni, síðan segir hún fjölskyldusögun úr Hafnarfirði, sagan Ástarsögu fjöllunum sem lesin út allan heim. Já. Og hún er bara svo snjall höfundur, þannig að þetta er mjög eðlilegt. Og eitt af því sem það verið að gera núna líka og er gert út allan bæ í tilefni dagsins í dag eru sögustólar. Já. Það er bara að fólk getur sest og annarkvort sagt sögu eða lesið eða sem að er svona til þess að vekja athygli á því að eina frumþörfu mannsins, held ég, sé að láta segja sér sögu og segja sögu til að flytja einhverjar hugsanir eða frásagnir manna á milli. Og svo er náttúrulega líka það að lesa fyrir börn er svo miklu mikilvægara heldur en fólk
gerir sér grein fyrir mínum mati. Því það ekki nóg að setja bara á stað disk í tækið eða eitthvað heldur samveran og snertingin og þessi sameiginlega upplifun af sögunni svo... Bætir það ekki orðaforðan líka? Já, heldur betur. Annars myndi ég bara hafa sagt, jú, geðveikt. Geðveikt. Sem að verður svona orðið yfir allt, sko. Já. Eða var einhvern tíðan. Já. Jú, það nefnilega bætir orðaforðan og eftir því sem þú hefur meiri orðaforða, þeim betur gengur þér að forma hugsanir þínar. Að lokum settist Hólmkell í sögustól Amtsbókasafnsins og las fyrir okkur brot úr einu þekktasta verki Guðrúnar Helgadóttur. Já, ég ætla að lesa hérna úr bókinni Jón Oddur og Jón Bjarni, upphaf kaflans Lagt upp í langferð. Það var farið að kólna í veðri, en það var haustið gengið í garð. Mamma var farin að vinna aftur og pabbi önnum kafinn í skólanum við undirbúning fyrir veturinn. Sofía kom hress og kát úr sumarfríinu á Akureyri. Hún hafði passað krakkan hennar dóttur sinnar allt sumarfríið og heimsótt annað hvert heimili á Akureyri. Hún þekkti svo margum Sofía. Hún minntist ekki orði á að krakkarnir hennar dóttur hennar væru tiltakanlega þægir. Sofía var nú hjá þeim allan daginn því að bræðurnir höfðu orðið að hætta í leikskólanum af því að þeir voru orðnir 6 ára. Í haust áttu þeir að byrja í alvöru skóla. Þeir voru kvaddir með kærleikum í leikskólanum. Mamma hafði leyft þeim að fara með ístertu síðasta daginn og fóstururnar heldur veislu fyrir alla stóru deildina. Seinast var tekin mynd af öllum hópnum með Jón Odd og Jón Bjarna í miðinni. En líklega hef ég alveg gleymt að segja ykkur af hverju Jón Oddur og Jón Bjarni eru báðir 6 ára, þó þau séu bræður. Þeir eru nefnilega tvíburar. Og tvíburar eru þannig til komnir að í stað þess að eitt barn komi úr maganum á mömmu, eins og þegar Magga og Anna Jóna fættust, komu 2 strákar í einu úr mömmu þegar bræðurnir fættust. Það voru Jón Oddur og Jón Bjarni. Þetta gerist ekki mjög oft, en þó ekkert mjög sjaldan. Oft höfðu bræðurnir hugsað til þess með skelfingu eða 2 möggur höfðu komið í einu. Það var nú meira lánið að hún kom bara ein.